Efni dagsins DOM sem við heyrðum aðeins í byrjun, sem sagt Document Object Model, það hvernig vafrinn býr til ákveðið tré úr HTML-in okkar og hvernig við getum núna byrjað að eiga við og breytt því í gegnum JavaScript. En þegar við erum að tengja saman HTML og JavaScript þá lét ég ykkur fá í verkefni 7 grunn þar sem að JavaScripti var sett aftast, eða svona næstu því aftast í HTML-skjalið. Það var sett svo rétt á undan body en það var gert með script source og þetta svona æskilegasta leiðin til þess að tengja þetta. Þetta alveg svo með CSS. Þegar við tengjum saman CSS-ið okkar og JavaScriptið við HTML-ið þá viljum við helst hafa það bara aðskilið í CSS-skrá sem við vísum síðan í bara öllu leyti svona. Hérna en legacy ástæða fyrir því að við getum ekki gert bara self-closing eða sleppt þessu hér, en þetta svona var þetta útfært í byrjun og svona þetta ennþá stutt í dag og þannig að við þurfum alltaf að loka script elementinu með script enda tagi. Við getum síðan sett líka JavaScript kóðan okkar inn í script elementið hérna á milli og það þá bara sama með þegar við setjum hérna CSS inn í style element og svo að lokum þá getum við bundið eða fest JavaScript við sem við munum sjá eftir með þessum eventum við ákveðin element með því að segja það svona einhver attribute sem heita on eitthvað eins og til dæmis on click og þá getum við sagt þegar þú klikkar á þennan takka eða þegar þú klikkar á þennan link þá keyrir einhvern JavaScript kóða en það svona í flestum tilfellum ekki æskileg leið. Þannig að alltaf þegar þið farið eitthvað að setja einhvern JavaScript kóða inn í HTML-ið ykkar þá að stoppa og hugsa að þetta ekki rétta leiðin. Hvað ég að gera og hvernig get ég þá tengt þetta einhvern veginn í skjali við HTML-ið og það það sem við munum skoða og læra í dag. En síðan eins og við höfum komið inn á þá sem sagt að teikna síðu og það þegar að vafrinn að vinna með HTML-ið, CSS og núna JavaScript okkar þá þetta ekki eitthvað sem að gerist bara samstundis, heldur þetta einhver prósess sem fer í gang og það þetta ekki sótt á augabragði og þetta ekki þáttað og keyrt á augabragði, þetta tekur allt sinn tíma en það sem við höfum séð og gert að skrifa HTML, það sótt og það þáttað, hvert skript sótt, þáttað og keyrt eftir því sem að finnst í HTML-inu. Hvert link rel, style sheet, allt CSS sótt og þáttað. Síðan þegar að HTML þátturinn eða parsing á HTML-inu lýkur, þá síða teiknuð. Þannig að þetta bara vafrinn fyrir gegnum þetta línu fyrir línu, finnur öll script, öll style sheet, sækir þau einhvern veginn saman og teiknar síðan síðuna í heild sinni. En þegar að vafrinn að þátta í gegnum HTML-ið okkar og lendir á script elementi, þá í raun hættir HTML parsing, sett á pásu, skriftið sótt og það þáttað og það keyrt á meðan bíður vafrinn, eða þráðurinn sem eða keyrslan sem að vinna með síðun okkar og býður alveg með það að teikna síðu út af því að það séns í JavaScriptinu að það sé skrifað út HTML-kóði sem hefur áhrif á HTML-ið í framhaldinu. Þannig að þetta vera 100% viss það að það sé ekki eitthvað sem að gerast eftir á sem þurfa að skjóta inn í á einhverjum punkti, þá bara stoppað, allt skrifttagið þáttað, keyrt og síðan haldið áfram. Ef við hins vegar merkjum setjum attributið async á skriftið okkar, þá keyrir það asynchronously, þar að segja þá sér vafrinn vinnur það samhliða því að lesa í gegnum restina af skjal HTML-inu og keyrir síðan skrift leið og hægt En þetta það margar svona leiðir eða margir svona race conditions sem geta komið upp, það að segja margir hlutir sem að reyna að gera eitthvað og þeir klára mismunandi tíma
og við erum kannski að gera ráð fyrir eitthvað sem búið á undan einhverju öðru, en ef það gerist ekki þá keyrir kóður okkar ekki rétt. En almenna reglan er sem sagt að setja skript rétt áður með locum body, og það þýðir þá vafrinn búinn að sjá CSS okkar, mest megnis allt HTML-ið okkar, út af því að þetta á að vera áður en við locum body, áður en við klárum meginmálið okkar, og þá hægt að byrja að teikna síðuna þar sem komið á meðan það verið að vinna úr skriftinu okkar. Og það þýðir þá líka að vafrinn búinn í raun að sjá allt HTML-ið og skript getur þá í raun gert ráð fyrir því að allt sem fyrir ofan til. Af því að ef við myndum setja þetta sem async eða ef við myndum efst, þá verðum við að bíða eftir því að það sé búið að þátta eitthvað fyrir neðan, af því að við getum ekki vísað í eitthvað sem vafrinn ekki búinn að sjá. Þannig að ef við viljum vísa í eitthvað takka eða eitthvað input eða eitthvað form, þá getum við ekki gert það ef að vafrinn ekki einu sinni búinn að sjá það og veit ekki að það sé til. Og síðan þurfum við líka að setja þetta í réttri röð. Þannig ef við erum með margar skrár sem gera ráð fyrir því, til dæmis skrár 2, 3 og 4 gera ráð fyrir einhvern sem í skrá 1, þá þarf skrá 1 að vera fyrst. Þannig að hún sé þáttu fyrst og sé lesin og þá sé efnið til staðar í hinum skránum. En það hægt að lesa nánar þetta á internetinu og þetta í raun svona flóknara en maður myndi halda þetta þyrfti að vera. En það bara þessi að setja skrift rétt áður með locum body og að vísa í skriftið okkar úr þessu elementi. En að DOM-inu, þetta Document Object Model og þetta sem sagt staðall sem lýsir í raun forritunarskilum eða API sem leyfir forritum og skriptum að gera dýnamískar breytingar á efni, skipulagi og útliti skjala. Þetta sem sagt, oftast þetta fyrir HTML og fyrir XML og þetta í raun hlutlaust á plattform, sem sagt, hvort sem það vefplattform eða eitthvað sem keyrir okkur server og okkur slags, og á mál, hvort sem það JavaScript eða Java eða C# eða eitthvað. Þannig að DOM í raun bara, þetta bara lýsing á samskiptum eða sem sagt, lýsing á forritunarskilum sem leyfir okkur að breyta svona skjölum. Og þetta sem sagt staðlaða W3C sem sér þá í raun að staðla og skilgreina allt hvernig þetta virkar og öll föll og allt sem við munum sjá í þessu. En ef við byrjum sem sagt bara með HTML eins og við þekkjum það og höfum skoðað margoft, og þetta dæmi úr Eloquent JavaScript. Þannig að við byrjum með einhvern kóða hér og síðan búið í raun að þátta og búið til DOM-tréð úr þessu hér. Þannig að við erum með í raun ist erum við með HTML, síðan erum við með head og einhver title, svo erum við með body, h1, p og svo annað p og inn í því erum við síðan með a og í raun þannig verður í raun til þetta bara tréð sem jafnstórt og mikið og efnið á vefnum okkar. Og svo eins og við fórum líka yfir, þá í raun keyrslumhverfið okkar í vefnum window, það sem í raun allt geymt, allar upplýsingar, og það líka vísun í DOM-tréð. Þannig að við getum í raun gegnum keyrslumhverfið sem bundið við window, þá getum við nálgast DOM-tréð og þannig að það ekki bara umhverfið sem keyrir þar sem við fáum þetta parseint og math-hlutinn og date og svona, heldur líka þessi vísun frá vafranum. Og sem sagt, hver gluggi eða hver tab í vafra hefur sitt eigið window, þannig að við getum ekki í raun verið að tala þarna á milli, en hins vegar getum við gert svona einhverjar glóriur ef við erum með svona eins og iframe sem förum svo sem ekkert í núna, en við skulum bara hugsa þetta þannig að það raun hver og einn gluggi hefur sitt eigið kontekst, sitt eigið global scope, sitt eigið DOM-tré. Þannig að til þess að nálgast þetta tré, þá getum við notað document sem á window. Þannig að ef við bara skoðum hérna fyrir þetta hér, því að þetta vefur, og við segjum window.document, þá það bara allt sem í gangi, og við skoðum hvað hérna, þá það bara birt hérna sem í raun HTML-ið sem við höfum, og það í raun bara nákvæmlega sama og við fáum hér. Þannig að þetta í raun DOM-tréð hérna sem við höfum alltaf búin að vera að skoða. Og hver síðan element nóða, þannig að nóða í trénu, og svo höfum við í raun þetta node type, þannig að þetta í raun það sem DOM-staðallinn segir til
hvernig nóða þetta. Þetta element node eða þetta text node eða einhvern veginn öðruvísi nóða. Þannig að ef við skoðum einhverja ákveðna hluti hérna, ef við förum núna hérna og við finnum eitthvað div, finnum bara þetta hérna, div, þá sjáum við hérna að það kemur eitthvað jafnt og $0 og þá þetta virkni í Chrome að við getum núna farið í console og gert hérna $0 og þá það vísun í þetta element. Þannig að þá getum við spurt hérna node type og þá fáum við tilbaka 1 sem þýðir þá að þetta hérna element node. Að nú erum við komin í svona eitthvað, þetta svolítið funky eitthvað, en þetta svona fastar og þeir allir skilgreinir á node. Þannig að ef við gerum hérna node sem þá í raun window.node, þá fáum við element node og þá sjáum við þessi fasti hér, hann skilgreindur hérna og þess vegna fáum við 1, það gildi fyrir hann. Og þá getum við skoðað í raun aðra fasta, document node, comment node, cdata section node og entity node, element node og text node. Og þetta yfirleitt það sem við erum að vinna með eru element node og text node. Þess að annarkvort element sem inniheldur þá önnur element eða texta. Síðan getum við komist inn í document element og þá komist við inn í hérna bara rótina sem HTML elementi sjálft. Þannig að þetta í raun, ef við spyrjum node type, þá þetta 1, þetta element node, þannig að þetta í raun bara dokumentið okkar og svo getum við fengið document.body og þá fáum við hlut tréð sem byrjar undir body, þannig að þá getum við fengið í raun bara aðgang að body sem þá meginmálið í síðun okkar. Slökum með þessi bíli. En þetta tré sem við erum að horfa á bara tré bara almennt bara gagnatag með einhverja rót, það að segja með einhverja nóðu sem bara rótar nóðan og það engir hringir, það myndast engir hringir í trénu, það engin nóða sem vísar í nóðu sem að vísar einhvern veginn aftur í nóðuna og nóða inniheldur ekki sjálfa sig, þannig að við fáum í raun tré sem kemur hann niður eða til hliðar eða einhvern veginn. Og hlut tré bara þegar við veljum úr trénu einhverja aðra nóðu og tökum þá allt sem fyrir neðan þá nóðu. Þannig að ef við skoðum þetta hérna, þá þetta í raun frá vinstri til hægri tré, en við getum líka að hugsa okkur að HTML sé hérna efst og fái nóðuna niður eða það sé neðst og þá koma þær upp. En þetta í raun alltaf þetta. Við erum með rótarnóðuna, við erum með einhverja nóður og svo það sem í raun hérna í endan eru síðan kölluð lauf, af því að það eru lauf á trjám og þetta þá alltaf textanóður í HTML-trénu. Það annarkvort í raun bara tómistrengurinn sem textinn eða einhver texti. Þannig að svona verður þessi HTML sem við skoðum áðan, svona verður það þessu hérna tré. En DOM-forritunarskilin eru ekkert sérstaklega góð, eins og þetta með þetta enum hana, með þetta hana, hvernig þetta vísaði í element node og text node. Þetta svona frekar gamaldags. Þetta var í raun útbúið á sínum tíma til þess að fyrir XML í Java, þannig að þetta hefur í raun mjög svona Java-legt API og í raun út af því að það búið að staðla þetta og þetta staðall sem mikill notaður og notaður á vefnum út allt, þá í raun mjög erfitt að það bara ekki hægt að breyta þessu, það bara hægt að bæta við hann og það hefur ekkert gerst mikið. Þannig að þetta í raun bara svona grunnbyggingareiningin sem við notum þegar við erum að eiga við HTML í gegnum JavaScript. Og það sem hefur í raun gerst í seinni tíma í raun að það bara búið að búa til svona abstraction og ná DOM-aðgerðirnar. Þannig að, og þá getum við séð, eins og við sjáum á eftir, við getum búið til svona einhverju hjálparföll sem að síðan hægt að búið til ennþá frekari hjálparföll og svo endanum ertu komið með eitthvað svo React sem í raun bara búið að búa til ákveðið plattform eða hvað orðið? Það library
sem að abstraktar dommið í burtu og býr til sér sem kallað virtual dom sem síðan þýtt bara svona low level. Þannig að þá í rauninu svona dom árið bara svona eins og að vinna í assembly eitthvað og React vinnur með þetta á hærra leveli. En sem sagt þetta svolítið verbose. Við þurfum mörg köll. Við þurfum að gera marga hluti til að láta þetta gera það sem við viljum að þetta geri. Eins og þetta, tölur notaði fyrir gerðir nóða. Það er erfitt að búa til nýja nóður, eða það er ekkert erfitt, það bara tekur marga línur að kóða. Síðan erum við með node list sem við fáum þegar við erum að leita að og biðja einhvern lista af nóðum sem í raun næstum því array en samt ekki. Þannig að hann í raun hefur ekki allar sömu aðgerðirnar en við getum unnið með þetta allt saman. En þetta er allt svona, já, alveg rétt, ég þarf að gera þetta. En þannig ef við bara svona förum og skoðum aðeins hvernig í raun þessar aðferðir sem eru í domminu, þegar við erum búin að sjá núna hvernig við getum fundið þessar grunnóður, en hvað við viljum í raun ferðast áfram dommið og finna heading og finna paragraphs og fara að gera eitthvað. Þá hefur í raun hver nóða hefur vísanir í foreldri, börn og systkini. Þannig að í þessu tré þá einhver nóða og ef hún í raun hefur ekkert foreldri þá þetta rótarnóðan. Ef hann á engin börn þá þetta lauf. Annars í raun á hún börn og hugsanlega systkini. Og við nálgumst þetta með parent node fyrir foreldranóðana, child nodes, þá fáum við svona node list, fylki af börnum. Svo höfum við svona önnur dæmi eins og last child, previous sibling, next sibling, first child, allt eitthvað sem vísar í raun tréð, þar sem við getum í raun fengið vísinu í þetta. Þannig að þetta er svona eins og ef maður er að vinna með tengda lista sem líka svona almennur gagnastruktúr, þá þarf maður oft til dæmis sem maður er að vinna með það í C++ eða Java eða C, þá þarf maður að búa þetta til sjálfur, búa til alla þessar tengingar, en þetta er eitthvað sem að vafnirinn skaffar. Þannig að við getum í raun bara athuga þetta, er þetta til, og þá er það bara einn á móti einum þar sem að HTML-ið er túlkað á vafranum á þeim tímapunkti. Þannig að ef við höldum áfram með dæmi frá því áðan, þá erum við með í raun body og body á child nodes og það er fylki með 3 stökum í, þar sem að fyrsta er headingið, síðan er paragraph og annað paragraph. Þetta paragraph á next sibling sem er þetta, previous sibling sem er þetta, parent node sem er body og þannig í raun vindast þetta. Við getum í raun frá hvaða elementi sem nálgast og svona orienterað okkur komist áfram eða aftur í systkinum okkar, farið upp eða skoða börnin. Og þetta þýðir þá í raun að við getum notað lykkjur og endurkvæmni til að ferðast tréð. Þá getum við bara byrjað á einhverju nóðu og við getum síðan bara haldið áfram svo lengi sem við finnum börn. Og ef að barnið er element node, þá spyrjum við börn þess og höldum þannig áfram þannig til við finnum í raun öll text node og þar með laufin. Og svo með þetta node list að það sé ekki alvöru fylki og það þýðir í raun það er ekki með ákveðnar aðgerðir, eins og til dæmis join eða map eða for each eða eitthvað svona einhverjar ákveðnar aðgerðir sem eru til á array. Og það er út af því að þetta er stundum lifandi hlutur sem þýðir þá að þetta er í raun vísun í eitthvað sem að dommið að halda utan ennþá. Þannig að ef að ég bið öll þessi börn, síðan eitthvað bara fjarlægt, þá er fjarlægt úr fylkinu sem ég með, með úr vísunni sem ég með. Sem gerir það verkum að ef við segjum þá í raun búum til array úr þessu, alvöru array, þá missum við þennan lifandi part af þessu, en hann kemur sjaldnar fyrir en maður myndi halda og það er oftar að maður vill í raun geta unnið með þetta eins og alvöru fylki. En þá getum við búið til svona fall sem í raun tiltölulega einfalt og nýtir þá í raun endurkvæmni og bara JavaScript til þess að labba í gegnum allt tréð. Þannig að ef við skoðum dæmi þetta og þetta nýtir þá kóðan eða HTML frá honum Margin, held ég að maður segja það. En ef við skoðum hvernig þetta hvað heitir þetta, Travel,
hérna, stækkum þetta aðeins og förum í rauninni yfir hvað að gerast hérna. Þannig að hér þetta bara eins og við vorum með þetta í hérna, CSS. Hérna í rauninni að setja þetta inn bara til þess að það sé auðveldara fyrir okkur að lesa þetta í konteksti. Þetta væri svona æskilegra að setja í raun í utanliggjandi skriftskrá. Þannig að hér hefur við í raun þennan grunn og hér sem sagt fallið okkar. Og þetta ekkert eitthvað fall sem við notum oft á tíðum eða eitthvað svona sem við erum ofta að gera, en þetta bara svona þess að við getum séð hvernig við getum notað ítrun og hvernig þessar nóður koma inn í til þess að fara í gegnum og skoða tréð okkar. Þannig að við fáum hérna inn, við búum til fall sem tekur við node og við tökum hérna úr node, child nodes, node type og node value. Þegar við munið þá var þetta hérna svona destructuring syntaxin. Þannig að þetta í rauninni það sama og ég hefði sagt child nodes jafnt og node child nodes const node type jafnt og node type. Þannig að í rauninni þetta bara virkni sem að leyfa okkur að spara okkur þessi slög hérna, þegar við þurfum alltaf að skrifa þá í rauninni tvisvar sinnum allt saman. Þannig í staðinn í rauninni pikkum við út þessar breytur. Þannig að við fáum child nodes, node type og node value út úr hérna nóðunni sem við erum með. Og svo athugum við, þessi node type, þetta verður heiltala, hún element node, þannig við spyrjum hérna node fastan. Ef svo þá ætlum við fyrir hvert barn í array from child nodes að kalla í það með í raun sama fallinu hérna. Þannig við erum í raun að nota endurkvæmni eða recursion til þess að fara í gegnum þetta aftur. Og annars ætlum við að skrifa út textanóða. Þannig að síðan getum við bara vísað í þetta á document.body og þá verður labbað í gegnum þetta allt saman og hérna við sjáum í raun hvernig tréð lítur út. Eða við sjáum í raun ekkert meira en það að við sjáum bara textanóðunar. Sem þýðir þá að við fáum textanóða sem tómistrengurinn. Þannig að þá getum við séð hérna, hún textanóðan tómistrengurinn, hún hérna. Svo kemur my home page sem þá hérna. Síðan kemur aftur einhver tómustrengur sem þetta. Þannig að allt túlkað. Þannig að ef við fjarlægjum þetta svona og gerum þetta svona og keyrum þetta aftur, þá fáum við my home page og hello. Þannig að þannig ekki verið að taka lengur, það ekki neitt texti hérna á milli. En svona heldur þetta bara áfram, þangað til í lokinu þetta les bara út fallið sjálft, sem þá út af því að það þarna inni sem element, sem texti inni í elementi. En þarna í raun þetta að við getum í raun fundið út frá því að fara í gegnum tréð hvað í boði, en við getum líka fundið bara beint. Við þurfum ekki að skoða allt tréð til þess að leita að einhverju einu elementi sem við viljum gera eitthvað við. Við getum bara beðið það element. Við getum bara beðið DOM að finna það fyrir okkur. Og þá í raun bæði þessar dokument sem þá í raun allt skjalið okkar og svo hvert og eitt element hafa föll sem leyfa okkur að leita eftir þessum nóðum. Þessi element. Og hérna í raun element og nóða fyrir að verða bara sami hluturinn. Elementi bara þegar við tölum það í konteksti við HTML og nóða þegar við tölum það í konteksti við DOM-tréð. Og það þýðir þá í raun að þetta leitar í öllu trénu og þetta leitar í hluttrénu frá þessu elementi. Þannig getum við notað get element by ID og það þá í raun get element, ekki get elements, út af því að þessu muni þá ID einkvæmt á síðu, þannig að þá bara vera eitt element á síðu með hvert ID. Þannig að þá getum við sagt document.get element by ID eða element get element by ID. Svo getum við fengið get elements by tag name, get elements by class name og þetta þau föll sem voru mest megnus notið hérna þangað til svona í kringum 2010-11 eða 12 þegar út af því að þetta bæði rosalega löng nöfn hérna og þau sækja ég þarf að nota alltaf mismunandi fall til þess að sækja mismunandi hluti og síðan þarf ég að nota kannski bæði. Fyrst ég ætla að finna allt sem með eitthvað class name en ég ætla bara að finna
TD að því ég er að vinna með einhverja töflugögn, þá þarf ég þarf að gera svona mikið af æfingum og þá var í raun jQuery sem að var fyrsta stóra svona helperfallið ofan á DOM sem var ekkert bara eitt helperfall, bara mjög mörg helperfall. Það í raun fór og stóri kosturinn þar var að jQuery selektor notaði CSS selektor til þess að finna hluti. Þannig að þegar ég var búinn að læra hvernig CSS selektorar virkuðu, þá kunni ég hvernig ég geti fundið elementi mín líka í DOM-inu, sem var alveg brilliant, af því að þetta er í raun bara, það er að leysa nákvæmlega sama verkefnið, það er bara að finna eitthvað í trénu. Og eftir að þetta varð svona vinsælt, þá í raun var þessu bætt við DOM-staðilinn og undir þá heitinu Query Selector. Og Query Selector leitar sér að CSS selektor að fyrsta elementi sem passar við selektorinn sem við gefum inn. En þetta leitar sér á dýptina fyrst, þannig að þetta er depth first search, þannig að þetta fer eins djúpt og það getur niður tréð, síðan upp og aftur eins djúpt og það getur, þangað til það finnur. Þannig að það getur svona verið ruglandi, en það lítur svona út. Þannig að það segir bara document Query Selector og svo kemur bara strengur sem er CSS selektor. Þannig að þetta myndi finna öll element sem hafa important classname. Og þá til að finna eitthvað undir einhverju ákveðnu hluttré, þá getur við sett element.querySelector. En þetta er þegar við erum að vinna með trjágagnastruktúrin, þá í raun alltaf tvær leiðir í boði við það hvernig við leitum. Það er annarkvort að fara á dýptina fyrst, eða depth first, og þá í raun farið niður allar greinar og upp, eða fara á breiddina fyrst, og þá í raun farið öll börn, svo í raun öll börn fyrsta barns, öll börn annars barns og svo framvegis, og í raun farið breiddina. Þannig að ef við leitum að depth first, þá í raun förum við hérna niður, 1, 2, 3, 4, svo 5, svo 6, svo 7, svo 8, svo 9, 10, 11 og svo í raun það barn sem er lengst til hægri með þetta er það seinasta sem er skoðað. En ef við förum breadth first, þá förum við í raun á breiddina hérna. Þannig að Query Selector leitar svona. Þannig að ef við erum með eitthvað hérna sem er með class important og eitthvað sem er hérna, þá mun þetta alltaf finnast. En ef við notum Query Selector all, sem er annað fall, þá fáum við tilbaka öll element sem passa við selektorinn okkar. Og þetta skilar sér node list sem er statískur, er ekki lifandi, þannig að hann uppfærist ekki eftir að við gerum queryið okkar. Þannig að við yfirleitt custom þessu bara strax yfir í fylki og vinnum með þetta sem fylki. Og þetta er það sem við notum. Þetta er í lang flestum tilfellum er þetta bara langbesti möguleikin okkar og það sem við munum nota og það er engin ástæða til að nota eitt annað í þessum áfanga eða bara yfirleitt í webforritum. Og þannig eru við þessi samlegar áhrif milli CSS og JavaScript eru rosalega góð. Þá ef við tökum dæmi þetta að aðeins að spýtilóna hérna, þá höfum við hérna eitthvað sem er að leita í þessu hérna HTML3 hjá okkur. Og þá er þetta hérna kannski það sem er svona að við getum blandað þessu saman. Nú kannski bara betra að keyra þetta hérna. Þannig að við getum sagt const a jafnt og document query selector hvað var eitthvað foo. Nei, þá fáum við ekki neitt. Hvað heitir þetta? Svo þá er ég komið hérna. Ég komið með núna þessa nóðu hérna og ég get skoða hana hérna og núna get ég út af því að í raun document hefur Query Selector og Query Selector all og öll þessi föll og hvert einasta element. Þannig að núna er ég aftur með Query Selector hér. Þannig að ég get aftur sagt núna Query Selector span og þá fæ ég fyrsta spanið hér. Eða Query Selector all og þá fæ ég bæði spönin. Þannig að við þurfum ekki alltaf að byrja frá grunninum. Við getum í raun sent inn eitthvað hlutri og skoða bara það.
En síðan ef við að gera breytingar, þá höfum við bara eins og með þetta sibling og þetta allt, þá höfum við aðgerðir sem segja remove child, append child, insert before, insert after, og þarna getum við þá búið til nóður eða tekið nóður sem við erum nú þegar búin að finna og breytt trénu. Þannig að við getum í raun endurraðað því. Við getum bara klippt einhverja grein hér og sett hana einhvers staðar annars staðar. Þannig að ef við byrjum með einhvern svona kóða og við segjum síðan fyndu hérna með þessu get elements by tag name, sem það finnur alltaf þetta hérna, og inserta síðan á undan þessu hér, þessa hérna þetta element. Þannig að þá er endurröðu við bara trénu. Og síðan getum við búið til element, en eins og ég sagði áðan, þá er það frekar svona, það eru margar línur að kóða til þess að gera það. Og fyrsta línan sem við þurfum alltaf að búa til er að búa til þá bara elementið sjálft. Og við gerum það með document.create element, og element hérna argumentið sem kemur hérna inn er heitið á elementinu. Það er að segja allir eins og p eða span eða div eða h1. Og þá erum við með bara í einrúmi þarna eitthvað element sem við getum gert eitthvað við. Við erum ekki búin að festa við tréð, það er bara eitthvað staðar hérna í eðernum. Síðan getum við búið til textanóðu sem býr þá til element sem hefur þá node type sem er text node. Og síðan getum við nota föll á sem er á node til þess að bæta þessu við dómið. Til dæmis append child sem er oft það sem maður er að gera í byrjun. Þannig að við búum til p-element hérna sem er þá bara eitt og sér, ekki neitt. Síðan setjum við með hérna set attribute sem setur þá bara attribute eins og hljómar. Setur við class sem hello, segir síðan text sem er þá documented create text node, það er þá textin, bætum síðan textanóðunni við p, en þá erum við bara búin að búa til hluttrið sem er hérna einhvers staðar í eðernum. Við erum ekki búin að bæta því við tréð okkar, þannig að við þurfum að gera það síðan á lokum. Þannig að þá bætum við hérna síðuna. Þannig að ef við keyrum þetta á bara einhverju síðu í gegnum hérna DevTools, þá erum við að breyta, hvað er í gangi nú? Já. Bara Chrome að vera hægari en allt sem hægt er. Jáhá. Þannig ef við gerum hérna, búum þetta til, þá erum við búin að bæta þessu hérna við. Og nú getum við farið hérna og gert scroll into view. Og þá sjáum við hérna, ef við samþykkjum þessar blessuðu kökur, þá sjáum við erum búin að bæta við nóðunni hérna alveg neðst í skjalinu. Og ef við inspektum hana, þá er þetta nóðan sem við byggum til og bættum við sem sagt aftast. En sem sagt attributes getum við breytt með set attribute og get attribute. En til dæmis eins og get attribute lesir bara statíska gildi sem er á elementinu. Þannig að ef við erum með eitthvað sem er dynamískt eins og input, þar sem ég get slegið eitthvað inn, þá mun í raun valueið gefa okkur valueið þá, en get attribute á value mun gefa okkur upprunalega, sem er þá í raun yfirleitt tómistrengurinn eða eitthvað byrjunargildi. Þannig að þá er þetta ekki alltaf, virkar þetta ekki alltaf nákvæmlega eins og við viljum það. Og sum svona attributes sem við vinnum oft með eru aðgengilega með property, til dæmis eins og class. En það er í raun út af því að class er frátekið orðið í JavaScript, þá er ekki hægt að nota það sem heiti á eigindi í objectnum, þannig að þá er það í raun class name sem er þá class. En þetta þýðir þá að við getum í raun búið til input og við getum sett attribute, þá er textæði input, þá verðum við search field, ID í search field, þá verðum við required, þá er það bara true. Og þá verðum við byrjunargildið foo og svo núna ef við myndum breyta því þá sjáum við munin hérna. Þannig að við skulum skoða þessi dæmi hérna. Þannig að ef við skoðum þetta hérna núna, við skoðum sem sagt hvernig þetta lítur út, þá er í raun hérna body er tómur, það er í raun ekkert nema bara skriptið hérna. En þetta hér er í raun að búa til dynamískt við það að kveikja á þessu og við það að vafrinn lesi
JavaScript okkar, þá býr vafrinn til þetta element sem er þá hér. Þannig að þá fáum við þennan mun hérna að hér segir, hérna, hér er ekkert, en hérna er samt síðan búið að injecta og búa til í raun form með action, method, label og eitthvað og þetta er í raun allt hérna tilbúið. En eins og við sjáum þá er þetta svolítið mikill kóði bara til að búa til þetta. Þannig að við erum í raun að búa til 1, 2, 3, 4, 5 línur af HTML en þau eru til þess 20 línur af JavaScript. Þannig að svolítið verbose. Hérna erum við síðan með þetta attribute þar sem við í raun fáum valueið er mismunandi. Ef við gerum núna .value þá fáum við þetta en input.get attribute value er ennþá bara foo. Þannig að þetta er svona gotcha sem maður getur lent í. En þá að svona hjálpaföllum og þetta er eitthvað sem maður er fljótur að hérna dunda við að hérna búa til einhver föll til þess að hjálpa manni og þá sérstaklega eitthvað sem maður býr til element. Þá er þetta svona klassískt svona frekar einfalt, kannski svona fyrsta útgáfa af einhverju svona hjálpafalli, en það er þá eitthvað el sem tekur name og nýtir sér síðan hérna rest operatorinn sem segir þá öll börn sem koma hérna inn verður þá í falli sem heita children, síðan búið til þetta element og appendum síðan í raun öllum elementum við, athugum fyrst er í raun þetta children, er það strengur. Ef svo er, þá búum við til textanóðu, annars bætum við þessu sem barni. Þannig að þá getum við búið til eitthvað svona og þá, þetta er ein útgáfa til að búið til eitthvað svona tré út úr með kóða. Þannig að við sjáum við erum í raun að búa til tré hérna og tréstruktúrun okkar er representaður í raun indrættinum og í raun hvað eru börn hvar. Þannig að við sjáum við þetta hérna á sér börn hérna. Þannig að hérna erum við svona programmatically forritunarlega að búa til tré og þetta er í raun eins og til dæmis hvernig React virkar þá er þetta í raun bara mjög svipað þeim kóða sem er að gerast tilbaka við tjöldin þegar það er verið að búa til React element. Þannig að ég ger bara frá að við heyrtum React en þú veist, React er bara svona 2 skrefum lengra en það sem við erum komin í svona abstraction á því að vinna með vefsíður. Er þetta XML injection, kemur spurning frá Slack? Nei, en hins vegar ef að einhver óprúttin aðili kemst í það að keyra skriptur eins og við erum að gera, eins og við sem einhver höfundur vefsins, þá getum við fengið eitthvað sem er kallað XSS eða cross-site scripting sem er í raun bara top 3 svona vulnerability á vefnum. Ef eitthvað kemur upp og við getum notað XSS þá getum við tekið yfir vefi. En það er eitthvað sem við fyrir nánar í Veffrotun 2. Þannig að hérna er bara þetta dæmi sem við vorum með hjálpafallið, sleppið því núna. Síðan ef við viljum geyma einhver gögn, við viljum til dæmis vita eitthvað á einhverjum tímapunkti hvað er að gerast, þá getum við geymt þau gögn á elementinu og þá eru þessi data attributes, en þau byrja öll á data bandstrik, þannig að þá er það ef við þurfum einhvern veginn að koma til kynna einhverjum gögnum, þá skrifum við ekki bara eitthvað attribute-nafn, heldur setjum við data, bandstrik og svo attribute-nafnið okkar. Og þá erum við að segja að þetta er eitthvað sem kemur frá okkur sem erum authorar, þetta er eitthvað sem maður mun þá ekki klassa við eitthvað sem kemur hugsanlega í framtíðinni í einhverjum staðli. Og við getum nálgast þetta setja í gegnum JavaScript með dataset objektinum sem er til þá öllum elementum ef að þau hafa data. Síðan ef við erum að vinna með klass, ef við erum að setja klass á element og við erum að gera eitthvað við þau, til dæmis eins og við ætlum að fjarlægja þennan klassa og bæta þessum við, þá getum við nota class name, en þá þurfum við að vera í rosalega mikið svona strengja leikfimi. Það er að segja, við þurfum að vera að taka einhvern streng og passa upp á þessi bil á milli, bæta við þessum streng, athuga þessi strengur til staðar, fjarlægja hann þá og eitthvað svona fullt af svona leiðilegum aðgerðum. Eða við getum notað classlist. Og classlist hefur 3 aðgerðir og það er add, remove og toggle sem gerir það sem
myndum gera ráð fyrir. Þannig að við getum verið nota þetta til þess að taka eitthvað div, hvort sem það eitthvað sem við búum til eða eitthvað sem við finnum á vefnum okkar, þú veist, í HTML-inu okkar sem við verðum í grunninn. Og þá getum við sagt add og svo getum við gert remove text, toggle important og toggle þá setur það ef það ekki eða tekur það ef það og svo getum við gert aftur toggle important og þá klass aftur orðið important. Þannig að þarna mjög einföld leið eða svona einföld eins og hægt að vinna með klass. Og þetta þegar við erum að gera breytingar á CSS í gegnum JavaScript, þá getum við gert það í gegnum style hlutin sem á Node eða sem bara nákvæmlega saman sem við myndum setja style attributið á HTML-ið okkar, eða við getum bara breytt hvaða klassi og stýrt útlitinu alveg í CSS sem æskilegasta leiðin. Þegar þá líka fáum við miklu meira samræmi, þá við ekki að vinna með útlitið okkar í HTML-inu hugsanlega, CSS-inu örugglega og JavaScript-inu, heldur það bara allt í CSS-inu og svo við bara að toggla eða bæta við að breyta klass á elementum. Sjá, hérna dæmi stíla, má sjá, ég ætla að sjá hvað mikið eftir, það er svo sem ekki mikið. Það svona bara eitt fyrir svona þegar við förum eða þið farið að vinna meira með JavaScript og hugsanlega að vinna einhver svona flóknari útlit þar sem þið þurfa að gera eitthvað, ætla að gera einhverjar flóknari animationar eða eitthvað svoleiðis. Þá fer maður ofta að spyrja hvað ákveðnir hlutir á skjánum stórir, hvað taka þeir mikið pláss, hvað háir, þeir sýnilegir, þeir ekki sýnilegir og þá getum við farið að skoða þessi svona upplýsingar stærðir elementa á elementunum sjálfum og þá getum við fengið að vita hvað þau staðsett, hvað breið og hvað há. Svo getum við fengið spurt get bounding client rect sem þá bounding box utan rektangulið sem boxið okkar, þannig að við einhver hlutur sem á skjánum eins og þessi þetta li sem birtir þennan texta hvað það stórt, hvað það langt frá vinstri hliðinni, hvað það langt frá toppnum, hvað það langt frá toppnum á allri síðunni, hvað búið að skrolla mikið niður og svo framvegis. Svo getum við fengið page offset og page offset sem gefur okkur þá upplýsingar það hversu mikið búið að skrolla á síðuna og þá getum við til dæmis búið til þá við með eitthvað þar sem við getum fengið fyrir þetta box sem með content box og eitthvað sem með border box, þá það öðruvísi útreikningar og þá við að spyrja með því að segja bara hvað offset sem offset width, offset height, client width og client height og fáum það tilbaka. Þannig að þá sjáum við bounding rektangulið 50 pixla frá toppnum 418 frá hægri 310 frá botni og 58 frá vinstri. Og það 360 sem 260 og svo það 340 sem 240 sem fyrir innan. Og svo hvað búið að skrolla mikið, þannig að ef við skrolla alveg niður og reloada, þá búið að skrolla 362,85 pixla niður síðuna. Þannig að þarna erum við að sækja þessar upplýsingar og gera eitthvað við þær, en það sem við getum það sem gerist í hvert skipti sem við byggjum þessa, þú veist, hvað ertu staðsett á skjánum, kæra element. Þá út af því að elementið var teiknað á einhverjum tímapunkti og eitthvað gæti hafa gerst í millitíðinni að því vafrinn heldur ekki bókhald utan hvert einasta hlut, hvern einasta gildi á öllu, alltaf heldur teiknar á skjáin og svo skrollar eitthvað og svo spyrðu hvað ertu stór, hvað ertu langt frá toppnum núna og þá það relatíft við hvað búið að skrolla mikið, þannig að þá þarf vafrinn aftur að teikna síðuna til þess að vita nákvæmlega hvar hluturinn þannig að, og þetta ekki ódýrt, þannig að þetta þetta sem kallast repaint og við getum lent í því ef við köllum í þetta inn í lúpu þá getur þetta látið vefinn okkar bara verða afskaplega hægan og bara, já. Þannig að þá dæmi það að teikna einhver X á skjáinn og þá það
annarkvort að teikna eitthvað x þangað til að það fyllir út í eitthvað ákveðið pláss og þá það annað sem að gera það inn í while loopu sem svona naíva lausnin að athugar í offset with, þannig ég set x-in í box, hvað boxi breytt? Það undir targetinu mínu? Nei, annað x. Það undir targetinu mínu? Nei, annað x, annað x, annað x. Og alveg þannig til við erum komið með x sem að fylla upp í 2000 pixla breytt box. Eða þá að gera þetta svona meira svona clever sem að athuga hvað ef við fáum bara eitt box með 5 x-um, hvað það breytt? Ok, hvað þá það deilt með 5, deilt með targetinu okkar, sem þá erum við búin að finna hvað tekur 1x mikið pláss og síðan bara setjum við það mörg x inn í bóksið og þá sjáum við munurinn að það tók bara minna en millisekundu að menna hitt tók 52 millisekundur. Svo ef við hækkum þetta upp í eitthvað fárlegt, bara til að fá okkur tens á þetta, ef við setjum upp í bara 20.000 pixla, þá fyrir þetta þessi aðferð að taka meir en sekundu og meðan þessi ennþá bara í millisekundu. Þannig að það svona litlir hlutir sem hafa gífurlega mikil áhrif á performance í því þegar við erum að vinna með JavaScript á vefnum. Þannig ekkert endilega eitthvað sem við lendið í núna en eitthvað sem við munum lendið í þegar við fara að vinna með svona flóknari hluti og þá sérstaklega eitthvað svona animationir. Þá náttúrulega ef við höfum til dæmis hugsað með þessar animationir sem við skoðum í CSS þá getum við gert ákveðið en til dæmis ef við ætlum að gera ákveðna flóknari animationir sem að til dæmis nota hornaföll til þess að gera eitthvað sem á að fara í ellipsu eða í hring eða eitthvað út frá einhverju, við þurfum að nota sinus og cosinus þá getum við notað JavaScript og þá getum við skrifað JavaScriptið á hlutin og þannig við komið þetta dæmi þar sem við getum skrifað út stílana beint á elementið á meðan við erum að rendera þau til þess að geta náð tengingunum milli JavaScript, bara forritunarmálið okkar að keyra animationið okkar. Og þá aftur þetta að kalla ekki hluti sem að láta vafran repainta eða nota left eða eitthvað heldur nota opacity og transform og síðan fall sem í boði fyrir okkur sem heitir request animation frame sem þá bara við að fara inn í lúppuna hjá vafranum þegar vafrinn að teikna þá segjum við við myndum gjarnan vilja fá að komast inn og teikna og þá fáum við það á þessum tímapunkti og þetta keyrir á 60 römmum eða þessu refresh rate í vafranum þannig að þetta keyrir einu sinni á 60 sinnum á sekundu og skilar okkur klukku og þá getum við fengið eitthvað svona sænasta dæmið þannig að ef við erum með eitthvað cut og við viljum nota cutinn ferðast eftir ellipsu þá getum við gert það svona og ef við skoðum hvernig þannig að þá erum við með einhvern cut sem inn í einhverju divi og divið hefur bara einhverju stærð þannig að þetta bara relatíft og síðan notum við finnum cutinn elementið finnum hornið eða finnum bara hornið sem við viljum fara sem bara p-deilt með 2 og síðan erum við með fall sem heitir animate það sendum við inn í þetta request animation frame og það athugar hvað langur tími búinn að líða og þá bætum við hornið okkar bara 0,001 og síðan þetta verður svona naív leiðin verður að nota top og left eða þá við notum bara transform þannig við translatum sinus af horninu okkar sinnum 20 og cosinus af horninu okkar sinnum 200 og þá fáum við þessa ellipsu ef við höfum þetta sama þá getum við farið að lega okkur með þetta þá núna fer í hring sem er rosalega lítinn radíus en þetta gerist mjög hægt ef við stækkum radíusin á hringum okkar þá gerist þetta hraðar og því að hann vil fara sama fjölda hringja á sama hraðanum þannig ef hringurinn stærri þá þarf kötturinn að fara hraðar eða þá getum við gert þetta einhverju svona absúrd ellipsu þannig að kötturinn okkar byrjar einhverstaðar lengst hann bara eitthvað þýtur í gegnum geiminn greiði kötturinn okkar þannig að núna nú öll tólin að koma saman nú þetta alltaf að koma saman núna bara svona the world is your oyster
og þið getur svona farið að gera alls konar hluti eftir að við tölum eitt yfirbót í dag sem eru events. En við skulum taka 9 mínútna pásu og byrja aftur 5 mínútur yfir 4.